Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, hann kominn til mín í þriðja skiptið, hann Flosi Þorgeirsson, gítarleikari í Ham, hlaðvarpstjórnandi Drauga fortíðar og ég veit ekki hvað og hvað. Vertu velkominn. Takk fyrir hérlega. Það gaman að hafa fengið að hitta þig alls 3 sinnum. Við höfum farið yfir víðan völl, við erum búin að ræða sálina, áföllin og listina og dauðan og alls konar áskoranir sem að sumar manneskjur stríða við. Í dag ætlum við kannski að einbeita okkur að ég ætlum að spjalla svolítið við hlaðvarpið Drauga fortíðarinnar sem hefur svona lítið borið á góma hjá okkur, en ég ekki síst líka bara spenntur að fá að vita af kulnun sem að þú sagði mér að þú hefðir lent í einhvern tímann upp úr miðju síðasta ári kannski. Síðasta haust. Já, síðasta haust. Hvort viltu byrja á að ræða draugana eða kulnunna? Ég menna þetta tengist í raun. Þetta tengist? Já. Ok, spólum nokkur ára aftur í tíman. Já. Þegar þið félagar hefjið hlaðvarpið. Já. Þá verður það náttúrulega rosalega vinsælt. Við byrjum að hárréttum tíma í miðju COVID. Og fylgir því sennilega ákveðin pressa að vera alltaf að þetta frábæra þætti. Já. Var það eitthvað? Já. Þegar ég lítið baka þá eiginlega hugsa ég hvað var ég að hugsa? Hvernig datt mér þetta í hug ef ég gæti þetta? En þetta ég svo sem lenti í þessu áður, ég var að vinna sem leiðsögumaður og svona, taka allar ferðir sem buðust og vinna einhvern veginn. En gæti ekki alveg að mér, Mörkin hafa, þú hefur ekki alveg virt mörkin, þín ein mörk. Nei. Og ég má ekki kvartið því, ég yfirleitt allir svona líkamlega hraustur, Ég hef verið bara sem betur fyrr heppinn með það. Fyrir utan mígreni sem hefur plagað mig alveg síðan ég var unglingur. En hefur þökk sér læknavísindunum lítið plagað mig undanfarin ár. Já, frábært. Blessu lifin, Já, einmitt. Og og við vorum með þátt á viku. Nánast sleitulaust í 5 ár. Og ég sem sagt sá að velja efni í þáttinn, skrifa það niður, útbúa það og gera það framreiðslu hæft bara. Og fór síðan í stúdíu til Baldurs og bara sagði honum frá þessu máli. En hann vissi aldrei hvað ég var að fara að segja honum. Og þetta þýddi það náttúrulega að leið og við vorum búin að taka upp 1 þátt í miðri viku kannski, þá fer ég heim og þá ég strax byrjaður að hugsa næsta þátt. Þannig að það alveg saman þátt að ég sitji kannski í lazy boy, bara laugardag og sunnudag og svona, en ef heilin alltaf á fullu, það tekur orku. Það verður aldrei hvíldin sem að það fá. Og ég fann það að kulnunin kom, þá bara heilin hefur svona bannað mér að horfa á ákveðið, mér horfum miklu meira á hryllingsmyndir, ég get það bara ekki. Ég get ekki drukkið eins og ekki kaffi og ég átti ekki vonað þessum ótrúlegu líkamlegu viðbröðum. Nei. En það við fórum þess að við höfum verið með eitthvað svona live show, í Iðnó og öðrum stöðum, sem hefur verið mjög vel sótt, og svo fórum við í janúar hringinn, kannski út af því við erum báðir tónlistamenn, þá fannst okkur mjög eðlilegt að vera bara með, ég man ekki hvað það mikið, þetta var 6 gig bara á 6 dögum eitthvað svona, þetta var rosaleg keyrsla. Víða land. Já, það Ísafjörður, Akureyri, Egilsstaðir, Selfoss, Keflavík, Akranes á fyrsta túrnum, Svo fórum við aftur í minni ágúst eða september og þá tókum við nú Vestmannaeyjar líka. Og ég sem nú alltaf á í svefnvandræðum, þannig ég var að sofa svona 2-3 tíma hverju nóttu, alltaf á nýjum stað. Og svoleiðis steypandi í mig Red Bull og svona eitri og svo reyna að sofa bara í baksætinu á bílnum eða grípa lúr hér og þar og ég fann það bara eftir síðasta túrin okkar sem þetta gekk samt mjög vel og en þetta var alltaf mikið. Ég fann það bara eftir síðasta túrin að þá sem var á sunnudagskvöldi í Iðnó, full Iðnó, svo vaknaði ég bara á mánudaginn og þá var það svo augljóst einhvern veginn. Ég fann það að ég geti þetta ekki lengur.
það er erfitt að lýsa því, en það bara svona eins og einmitt, það oft talað að hlaupa á vegg, þetta þaldið þannig, það bara allt í einu svo sért bara einhver ósýnilegur vörður hérna sem segir hvað þetta fara að gera. Já, ég að fara út og eitthvað, nei, og gera það ekki neitt og þá bara maður heldtekinn svo rosalegri þreytu, bara, það eins og kerfið bara segi ef þú hreyfir þig þá þetta búið. Þetta svo rosalega endastöð. Þetta ekki eins og venjulegt þunglindi, fannst mér. Það var ofsalega svona líkamlegt og eins og heilin hefði þetta svona slökkt á sér. Já. Bara leyft bara 20% af sér að virka. Og ég fann þetta, ég þoldi ekki lengur ýmislegt sem ég var að horfa á. Ég horfi mikið á sjónvarp og bíómyndir og ég get ekki drukkið eins mikið kaffi, ég get ekki borðað jafn mikið kjöt og ég gerði og ég get ekki borðað jafn mikið nammi. Þetta hljómar svo sem ekki ræðilega, sko. En það passar líka því að þetta kerfi sem að bregðast svona við náttúrulega að reyna að vernda mig. Já. Það vill kannski gleymast, þannig að við erum alltaf að tala um þetta ég held að við förum svo oft í að skamma okkur sjálf, sko. Ég var ekki nógu sterkur til að gera þetta eða við förum bara, ég hef aldrei oft að fara út í þessa vitleysu, sko, halda maður væri eitthvað svona súpermenni, sko. Mér langar að fá að vita meira þetta, bæði líkamann og sálina, en hérna kannski bara allt í lagi skjóti inn í að sko eitt álag og annríki og annað að setja einhvern veginn alla sálina, hjartað og líffærin bara öll í þessa vinnu eins og maður fann svo oft og skein svo oft í gegn, sko, í þessum hlaðvarpsþætti að þú gafst þig allan, sko, ekki 99% heldur 100%. Já, þú fannst það, ég ránaður að heyra það. Og heldur að það var rosalega ástríða í þessu. Já, heldur að það hafi ekki líka haft áhrif þegar þú farin að túra ofan og allt saman og sefur ekki neitt, en þú sko skilur alltaf allt eftir einhvern veginn í salnum, heldur að það skipti ekki máli líka. Hvað áttu við þér en að ég skil allt eftir? Bara þú gefur allt, sko. Þú bara tekur þetta 100% því að sko, álag margskonar. Í sumri vinnu getur maður djöflast áfram ef maður ekki sko einhvern veginn að útsetja sjálfan sig og ef maður ekki sko ef maður ekki einhvern veginn showbusiness náttúrulega líka hræðilegt fyrirbæri. Já, þetta ekki óvelgjönd í listum, sko, að fólk alveg keyri sér gjörsamlega út, sko. Já, vegna þess hvað þú gefur alltaf mikið af þér. Ég hugsa að það, sko, telli í þessu. Já. Heldur það ekki? Jú, ég sammála þessu, sko. Já. Ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta en svona þegar maður setur mikla tilfinningur ástríð í þetta, kannski. Já. Þá tekur þetta kannski meira af manni, það getur verið. En svo var þetta náttúrulega, ég veit ég gerði þetta mjög vel, en það voru alltaf þessar raddir mjög sterkar í mér, þetta ekki nógu gott, þetta impostor syndrom alltaf hreint, sko. Og þetta verður að vera betra, þannig ég var full harður við sjálfum. Mér finnst það núna. Þú ert aðeins búin að lýsa þessu, hvernig áhrif verða af þessu. Hvað með, sko, af því ég veit að það eru blessunlega fæstir, held ég, eða færri sem að þurfa að heimsækja þennan djúpa dal sem við ætlum núna að ræða aðeins betur, sem kallað kulnun. Ég get bara deilt í með þér að ég þekki sjálfur mjög heftarleg líkamleg viðbrögð við andlegu niðurbróti hjá mér, einkum aftur í tímann. Og ég hef sem sagt farið með hjartslátt bara upp í hátt í 200 slög bara á hugsunum mínum og sem sagt ofsakvíða. Ég hef orðið svo hræddur eða örmagna að ég hef eiginlega ekki getað andað. Þannig að sko þú ert hér að tala um mann sem hefur lent í ýmsu. Ef við byrjum á þessu líkamlega. Skemmtilegst að fólkið. Það hafa eiginlega allir lent í ykkur. Þeir eru fleiri heldur en gefað upp. Já, sko, miklu þetta mjög algengt. Miklu algengt en við höldum. Og þetta setur rosalega álaga á kerfið okkar. En ég held að sé eitthvað í samfélaginu okkar sem þurfi að endurskoða. Ef við getum. Við gerum mikla kröfur til okkar sjálfs í þessu samfélagi. Við þurfum alltaf að þjóna samfélaginu og þjóna einhverju og leggja eitthvað mörkum og leggja þessa áherslu og fórnfýsi, ekki bregðast öðrum en með þessar raddir sem voru orðnar yfirgnæfandi í mér. Ég veit ekki, mér finnst ég verið aldrei bara forritaður.
Já, svona alveg, sko. alveg pottið og þetta svo mikið tabú vegna þess að svo fá okkar hafa rætt þetta á opinberu vettvangi, við ætlum aðeins að reyna að höggva í þetta tabú. En aftur að hennu líkamlega, sko, hérna, nú hefur heyrt mig lýsa sem sagt hjartslættinum, öndunum og svoleiðis, líkamlegu einkennin hjá þér svona þú finnur að þú ert að fara í þetta ástand sem að kallast kulnun, sem sko ofþreyta af skilst mér á geðlækninum sem hefur verið hérna með þætti með mér. Ofþreyta sem að sko öskrar og hvíld og þú getur ekki unnið. Nei, það var ekki hægt. Ég elska að skrifa, bara sitja við tölvu og skrifa og láta hugmyndi mínar fara á skjáin. Ég gat það ekki. Nei. Ég fann bara að ég var farin að hugsa eitthvað annað ef þetta var of erfitt, ef þetta var of þreytandi. Það var svo skýrt einhvern veginn allt í hausnum á mér að segja hættu þessu núna. Þú getur þetta ekki. Þetta búið. Þetta búið. Já. Og líkaminn eins og það sé búið að skipta hann? Ertu hann eins og gamall maður eða? Mér fannst þetta að vera meira andlegt, ég segi það. Þannig að líkamlegu viðbröðin ekki mjög mikil þarna. Það var bara orðin allt í hennu sko fjórfalt meiri orka bara að labba út í sjoppu og kaupa sér kók. Já. Ég prófaði það sko, ég fann það alveg þegar ég var að labba út og fara bara út í búð, þetta var miklu meira álag. Það ekki líka bölvun fyrir þig að vera með andlit, þú ert svona nokkuð þekktur, það margir sem að sjá þig á leiðin út í búð, það ekki bölvun? Það getur vel verið, en mér finnst þeim ekkert vera truflaður mikið og eina skipti sem fólk gerir það, þá eru Íslendingur mjög duglegir að biðjast afsökunar, finnst mér. Þú þekkir mér nú ekki neitt, en mér finnst ég þekkja þig. Ég hef mjög oft heyrt þetta. Að því að podcastið þannig, sko, að tveir menn eru bara dag eftir dag, viku eftir viku að tala saman svona á léttum nótum frekar. Þá finnst hlustandum dálítið eins og að þarna fólk að segja dálítið frá sínu lífi, sko. Já. Mér finnst, sko, ég rosalega aðdátt að vera Illugadóttir, en hún fyrir mér útvarpskona, sko. Ég veit ekkert hana, hún ekkert að tala hún bara að segja okkur frá okkur norðmönnum fyrir 100 ára síðan sem voru að frjósa í hel á okkur hjarni á norðurhjara, sko. Hún frábær. Já, það eru uppáhaldsþættirnir mínu sem hún með. Það best að sofna við það. Þegar hún að lýsa þegar menn bara að grafa sig í fönnir í einhverjum hryllingi á Suðurskautslandinu. Mér datt bara í huga að hausinn á þér hefði farið að spinna einhver leikrit það að nú sæi, og nú ég að tala út frá sjálfum mér. Þú áttar það á því. Jú, ég veit að líka kvíðin miklu meiri þeytivind einhvern veginn. Það eru hugsanir í gangi. Já. Það ekki? Ég fengi ofsakvíða allavega einu sinna í vinni. Og þegar ég hef lent í algjöru niðurbroti, það var nú áður en ég varði eitthvað andlit, sko. Já. Þá var ég óþekktur. Já. En samt þá var ég svo rosalega hræddur viðbrögð annara. Sem leiti til þess að ég lokaði mig bara af einu sinni í 90 dagann í herberginu mín og fór ekki út, sko. Það er langur tími. Já, það er langur tími. En það hefur ekki verið það sem að truflaði þig. Ekki það að álit annara. Þú ert að segja það? Það var ekki stóra mennsemdin í þessu. Sem betur fyrir voðalega laus við áhyggjur út af slíku. Það styrkur. Já, ég býsti því að segja það. En sem sagt, það sem að þú lékst þér að áður, það verður erfiðara og erfiðara og kostar svakalega orku. Já, þessi andlega intellektual vinna, það var bara búið að banna mér að stunda hana. Til eins og þú hefur mist greind. Nánast. Já. Nánast. Ég lenti því. Já. Þess að ég gæti ekki hugsað eins skýrt eins og vanalega. Já. Og mér líður ennþá þannig. Já, þeir finnst ekki að hafa komið alveg tilbaka. Já, ég ennþá, það alveg komin núna 6-7 mánuðir, ég finn ennþá fyrir þessu, sko. Já. Ég byrjaði náttúrulega í janúar, þá langaði mig að fara að byrja þessu aftur. Þannig að við tókum upp nokkra þætti í janúar. En þegar ég fann þá alveg greinilega að þetta var ómögulegt. Og varst ekki orðinn hraustur aftur? Nei, ég get huggað mig við það að þessi þættir sem ég gerði þarna í janúar voru samt ágætir. Já. Þannig að ég mun klárlega halda þessu áfram. Já, það er nú gott að heyra. Já. En í virk þetta nú oft sko ársprógram eftir kulnun. Já. Og það örugglega ekkert of stuttur tími hjá mörgum að Nei, alls ekki. Taka bara árið.
Og hvað gerður þú til að leita þér aðstoðar þegar þú áttar þig á því að nú ertu staddur í þessu ástandi? Ég vildi bara, að þegar þetta var svo mikið áfall einhvern veginn, mér fannst þið bara eins og heilinn minn væri bara mikið að. Bara, og ég var dálítið hræddur, sko. Já. Þegar ég hef nú upplifað þunglyndi, mér fannst þetta vera öðruvísi. Og það fór að koma svona gamlar hugsanir, svona dauða hugsanir. Sem ég ekki sjálfsmorð, heldur svona hugleiðingar dauðan einhvern veginn og tilveruna urðu rosalega ágengar. Og ég ákvað bara keyrði ég fram hjá geðdeildinni á Hringbraut. Ég ákvað bara að keyrða þangað bara og athuga hvað myndi gerast. Ég myndi bara koma þarna og segja ég var eiginlega að tala við geðlækni því ég hræddur geðheilsu mína. Það bara það sem ég gerði. Og ég þurfti ekki að bíða lengi, þá kom geðlæknir. En hann var frá útlöndum, talaði ekki íslensku og ekkert sérstaka ensku. Það finnst mér alveg í góðu lagi ég verið að kaupa kaffi af einhverjum. Það bara ekkert mál og yfirleitt lærir fólk nú bara að segja bara kaffi og meira sem sumir geta lært að segja hjónabandsæla, það ótrúlegt. En þetta þegar þú þarft að fara að segja lækni frá einhverju svona þá á öðru tungumáli og ég var þegar með heila sem var ekkert alveg að fungera og það að tala á öðru tungumáli það var bara gífurlega erfitt. Ég fann það að orðaforðin var örugglega 75% minni en vanalega. Einmitt. En svo segir eins og maður missir grein. Þannig að þetta var rosalega óþægileg upplifun, fannst mér til miður. Það ekki nógu gott í svona viðkvæmri stöðu að þú hafir ekki aðgengi að sérfræðingi sem getur skilið þig á íslenskri tungu eða að minnstakosti enskri tungu. Nei, ég verð að segja það, mér finnst þetta ómögulegt. En þetta nú svona með geðkerfið, heilbrigðiskerfið berst í bökkum og sérstaklega það geðheilbrigðiskerfið finnst mér oft, ég vann náttúrulega lengi í þessu sem svona olnbogabarnið í heilbrigðiskerfinu. Það eins og við séum ennþá hrædd að tala þessa hluti. Grímur Atlason ætlar einmitt að koma til mín á morgun og ræða fordóma og geðveiki, Já, hann mjög gamall vinur. Það mjög gaman að hlusta á hann og tala við hann þessa hluti. Já. En hvað gerist að loknum þessum tíma með þessum lækni sem ekki býr yfir getu til þess að tjá sig almennilega á þeim tungumálum sem að þú talar? Hvað gerir svo? Ég náði sambandi við geðlækni sem staðfestið alveg, sagði þetta hljómar eins og bara úr lækna handbókinni kölvun. Þetta passaði fullkomlega eins og ég lýsti þessu. En ég hef nú farið til sálfræðis reglulega, þá aðalega út af þunglyndi og svona, en eins og ég talaði í síðasti hitti, sálfræðingur var samt mjög fljótur, eða ráðgjafinn minn var mjög fljótur að greina það að þetta voru áföll í æsku sem voru gífurlega mikil. Ég vildi ekki horfast í augu við það og það er eitthvað hjá þeim ráðgjöfum, þau ýta ekki á þig. Það var ekki fyrir en ég sagði, nú verðum bara að taka þetta fyrir. Það var í framhaldi af þessari kulnun, einhvern tímann í nóvember. Þá var ég náttúrulega búin að sitja bara mjög lengi heima og hafði fengið tíma því að ég tilkynnti Baldri það bara, þetta ekki hægt. Við tókum bara pásu, langa pásu. Og þá fór ég alltaf að hugsa þetta. Þá lá ég bara í leysibói í stólnum mínum og var að hlusta á músík og músíkin hefur verið gífurleg aðstoð í þessu ástandi eins og bara yfirleitt í öllu mínu lífi. En ég var að hlusta á svona dálítið gamla músík frá því ég var krakki, músík sem hefði haft mikil áhrif á mig, bara Sex Pistols eða eitthvað svoleiðis. Þá fer ég alltaf að hugsa svona æskuna mína og fer að hugsa ég hef aldrei talað þetta við neitt. Kannski ætti ég að gera það. Og fer til ráðgjafans og segi, við þurfum að taka þetta fyrir og mjög fljótlega segi svo við hann að mér langi að fara í EMDR meðferð. Af því ég uppgöt að það eru trámaminningar í mér sem eru ennþá að trufla. Hvers konar meðferð það segir? Það er ótrúlega meðferð. Það er eye movement, ég man ekki hvað DR stendur fyrir, þetta kallast EMDR therapy og það er rauninni bara ráðgjafinn að láta þig horfa á fingur sem fer fram og tilbaka. En
þetta nú kannski ekki það gamalt, menn að maður nú sé þetta í bíómyndum oft einhver pendúll og til að dáleiða fólk og svona. Já. En það verið skera eitthvað og ég var látin rifja upp erfiða minningu, sko. Já. Og leið var ég bara að fylgjast með þessum fingri sem fór fram og tilbaka. Ég var mjög hissa, ég held að þetta væri miklu meiri svona meðferð. Ég sagði við ráðgjafinn bara, er þetta allt? Því ég er búin að heyra svo mikið svona EMDR meðferð sem hefur, talað að hafi 70-80% virkni, sko, og samt vitum við náttúrulega ekkert hvað hann gerir eiginlega. Þetta byrjaði þannig að var einhvern maður, ég veit ekki, man ekki eins og hvað hann heitir, en hann var að horfa á fugla, fylgjast með fuglum og leið hugsaði einhverja svona hluti og hann fannst seinna eins og eitthvað hefði gerst. Þetta hefði haft einhver áhrif. En svo þessar gömlu hugsanir verða ekki, það eins og það færðar til. Það vera alltaf hérna fyrir framan þig, það eru settar bara í aðra geymslu. Samband hugar, augna og hreyfingar. Já. Einhvern veginn. Já. Þetta virkar alveg svakalega og þessi andlega þreyta sem ég finn þegar ég kem frá ráðgjafanum og er búin að vera í EMDR, hún er mjög einkennileg. Ég hef eiginlega aldrei fundið svona andlega þreytu áður. En hún er bara mjög lýjandi. Nú hefur einmitt verið mjög örlátur Flosi við að rifja upp erfið augnablik úr æviðinni, bernsku, dauða föður þíns, þinn eigin lífsáska og margt fleira, sambandið við móður þína sem var flókið og ofbeldi og svona. Heldurðu að það hafi kannski verið, hefðirðu ekki geta gert það ef þú hefðir ekki farið í þessa meðferð? Jú, ég hefði nú alveg getað það. En það hefði kannski ekki reynst þér jafnöðu vel? Nei, ég veit það ekki. Ef þetta hefur reynst þér auðvelt, ég átta mikið að loði, hvað hefur reynst þér auðvelt hingað til og hvað ekki? Jú, strax að fara að tala þessa hluti og rifja upp, þá fór ég alltaf inn að sjá meira og meira, það var alltaf að koma fleiri og fleiri minningar. Sem höfðu náttúrulega verið fyrir framan mig lengi. Ég bara orðið svo þjálfaður í því að bara hugsa ekki þetta og reyna að láta þetta ekki hafa áhrif á mig. Já, ég veit. En það er eitthvað þegar maður verður fyrir áfalli sem barn. Það er, eins og Gabor Mate segir og fleiri, Bessel van der Kolk og svona, þessi miklu sérfræðingar og frumkvöðlar í svona tráma meðhandlun segja sko að þetta er bara besta líka þessu við sár. Þetta er eins og sár sem er alltaf að valda þér óþægindum. Andlegt sár. Það er það sem tráma er, eða áföll. Mér finnst þetta ekki eiga neitt sérstaklega skilt við geðsjúkdóma. Þetta er annað fyrirbæri. Þetta er annað fyrirbæri, já. Heldur hún sé einstaklingsbundin sko leiðin til betri líðanar? Ætli sum okkar séu þannig að það sé bara best að hafa þetta áfram læst ofan í skúffu á meðan önnur upplifa frelsi og einhverja lausn og líkn með því að gera þetta allt saman upp. Heldur að það sé mismunandi eftir persónuleikum? Ég efast ekki það. En þetta sem þú nefndir að setja þetta í þennan þykka stálkassa og geyma þetta einhvers staðar í minninu þar sem þú veist alltaf að þessum þunga hlut með þessu óhugnarlega innihaldi. Það hentar mér allavega ekki. Ég veit það núna. Já. Og í rauninni þegar maður byrjar að tala þessa hluti og það er alveg sama hvort það er alkoholismi, þunglindi eitthvað yfirleitt líður fólki betur, fyrst mér. Það borgar sig eiginlega í langflestum tilvikum. Ég hef mjög sjaldan heyrt fólk sem sér eftir því að hafa opnað á þessa hluti hjá sér. Já. Kannski er þetta heppin að vera listamaður, kannski er það auðveldara fyrir þinn huga. Já, það má vel vera. En maður þarf náttúrulega að vera móttækilegur og það þarf ákveði hugur ekki til að leita sér aðstoðar og allt þetta. Mér finnst þessi kulnun samt vera núna. Hún hefur verið á leiðinni í örugglega 20-30 ár, ef ekki meira. Já. Þetta er eitthvað sem byggist bara upp og ef ekkert er gert, það er engin spurning, ég efast ekki það og ég hef líka lesið það kulnun, það er best að koma í veg fyrir og hún nokkuð tíman náðið þér og það er hægt en þá þurfum við að passa upp á okkar andlega ástand en það getur verið erfitt að fylgjast með því
Og þá fer ég að hugsa sko, þessi utanakomandi pressa sem við finnum öll fyrir og eitthvað nátt, hvort það sem skólinn eða vinnan eða fjölskyldan eða makinn eða börnin. Þetta er orðið svo mikið. Og ég til dæmis, ég svo þakklátur fyrir að tilheyra þessari X-kynslóð sem slappið þetta fjandans internet og þessar samfélagsmiðla. Þegar ég finn svo til með krökkum í dag sem að lýsa því hvernig þetta að vera bara alltaf í þessum samfélagsmiðlum, vera háður þeim, einelti, ég var lagður í einelti þegar ég var krakki og ég lagði aðra krakki í einelti, en það var þegar maður var komin heim og búinn að loka hurðinni, þá fekk maður samt frið. En krakkar í dag gera það ekki. Þau geta ekki notað síman og þess að sjá bara skilaboð frá einhverjum fólki sem það var að níðast á þeim. Áreiti allan sólarhringinn. Já, og Gabor Mate til dæmis, hann talar það að samfélagið ekkit endilega hjálpa okkur að takast á við þessa hluti. Nei. Þessa geðheilsu okkar eða hvort sem var andlega áföll. Og sérstaklega kannski með áföll. Kannski þetta gróðrast í að fyrir kulnun bara barna í dag í framtíðinni hvað alltaf margt í gangi, lítil hvíld Brynhildur Guðjónsdóttir leikona, hún var í spjalli um helgina, hún var mikið að tala um svona heimspekilega og samfélagslega tímana sem við lifum og henni líst ekkert á þetta að við séum farin að líta það sem kyrrðarstund og góða fjölskyldustund þegar 4 einstaklingar sitja í stofunni allir í snjalltækjunum sínum, enginn að tala saman. Nei, ég og hálfbróður sem fæddur 42 ef ég mann rétt, sem bara komin á níræðisaldur og ég hef spurt hann nokkru sinnum, ertu sannfærður þetta sem þú ert að segja mér og hann sagði nefnilega, ég skal segja það að Flosi, heimurinn hefur aldrei verið jafn klikkaður eins og núna og þetta maður sem mann vel eftir kúpudeilunni og ég hitti nú bara mann daginn og sagði hann frá þessu, svona eldri manni og hann sagði bara, já, ég mann eftir kúpudeilunni en þetta öðruvísi núna, nú veit maður ekkert hvað að fara að gerast. Nei, og geðheilsa ungmenna bara í flestum löndum, hún á niðurleið. Já, því miður. Við sjáum það bara á mælingum. Og það það sem þeir tala þessi menn eins og Gabor Mate, að því miður þá eru þessi umhverfisaðstæður ekkert að hjálpa. Nei. Meðferðar aðilum sem að taka á geðheilsu eða áföllum. Ég hræddur að þurfi svona róttæka byltingu, ekki bara eitthvað svona krafs, bara mjög öflugt átak. Já, ég búin að vera bíða núna í mörg 100 ára eftir upplýsingin Mark 2, bara önnur útgáfa. Já. Við þurfum að fá upplýsinguna aftur. Það ekki? Jú. Það náttúrulega ein ótrúlegasta hugmynda bylting bara sögunar, held ég. En við erum stundum að flétta saman eins og við erum að gera núna hinu samfélagslega og persónulega og skiljiði þá rétt að geðdeildin, hún hjálpaði þér ekki mikið, en sálfræðingur sem að þú ert að borga fyrir hann úr eigin vasa. Þetta praktist atriði sem skiptir máli. Sem betur, ég bara heppin að geta það. Þú getur það. Og það mjög dýrt og það hryggir mig rosalega að það svo mikið af fólki sem þarf á þessari aðstoð að halda, en það erfitt að nálgast þennan. Núna eiginlega ekki hægt að fá geðlækni lengur hérna á Íslandi. Nei, það bara vonlaust, nánast. Pínlíti brot sem fær þjónustu. Og það sem setur náttúrulega meiri áherslu á kannski heilsugæsluna, til dæmis nú. Ég var nú bara að tala við heimilislækninn minn daginn þetta og hún þarf eiginlega koma dálítið í staðinn fyrir geðlækninn núna. Ég þarf að tala við hann geðlyf og svona og láta hann vita ef mér langar að breyta ykkur og svoleiðis. En áður fyrir var þetta bara, ég spjallaði þetta við geðlækninn sem sérfræðingur í þessu. Þannig ég velti því fyrir mér hvort að erum við að setja óþarfa álag á aðrar hliðar heilsugæslunnar. Þegar við erum ekki alveg að sinna geðheilsunni eins og þarf. Já. Og ég vona að fólk sem vinni í þessu kerfi takir þessu ekki illa, en ég hef gert þetta sjálf og ég veit þetta bara Vita flestir að fólk að gera sitt besta, en kerfið bara ekki nógu öflugt. Nei, og oft fæ ég á tilfinninguna að þegar allir virðast brosa og segja já hérna í samfélaginu, auðvitað þarf heilbrigðiskerfið gott, auðvitað þurfa kennarar að fá mannsæmandi laun og það þurfa að vera þessar grunnstoðir samfélagsins, það einhvern veginn allir sammála það, þær þurfa að vera sterkar, löggæslan, heilsugæslan, menntakerfið. Ég fæ alltaf á tilfinningu, ég held að einhver af þessum brosandi mönnum sem segja já, ég alveg sammála, ég bara ekki viss að þeir sé að segja satt. Nei.
Og sko ef það þannig, alltaf sálfræði kostnaður svo hár að það eru bara efnabetri fjölskyldur, efnameiri fjölskyldur og einstaklingar sem hafa efni á slíkri þjónustu, þá náttúrulega verður félagsleg og andleg stéttaskipting. Mjög gott að þú skulle benda á þetta. Meiri. Jú, því að ég er farin að sjá þetta alls svo samhangandi einhvern veginn. Já. Ég var sannfærður það ef ég byrja með eitthvað annað podcast eitthvað tíma, þá myndi ég vilja frekar bara tengja dálítið mikið söguna við einmitt sko svona hinn mannlega þátt. Já, einmitt. Því að þetta heillar mig mjög mikið núna. Já. Já, Og það svolítið svona lítið. Ég er eiginlega orðin oft dálítið hræddur sko, hefur heyrt þetta hugtak trauma dumping. Það fólk sem fer að eiga við áföll sko og þetta opnar svo mikið af tilfinningum og minningum sem fara alltaf að streyma dálítið fram og maður svona fer að raða þeim upp á nýtt og skoða þeir og sjá og meta þeir eiginlega upp á nýtt svona, ég hef dálítið verið að svona skoða mitt líf upp á nýtt og meta það sko og sé það að ég hef verið alltaf harður við mig líka í að viðurkenna að þetta var ekki gott. Nei. Einhvern veginn fer maður alltaf í þessa hugsun sko að harka allt af sér, veit ekki, við erum íslenski kallmenn sko. Já. Mann hefur bara kennt þetta. Já. Fáðu bara 2 viskíglös og... Já. Ég hugsa að það hafi verið einhver aðstæður þar sem við höfum grætt á því, en við höfum mögulega tapað á því í fleiri tilvikum. Að láta áfengi? Nei, að vera þessi íslenski kallmaður sem að þurfti að harka á sér. Já. Það er ástæð fyrir því að þetta verður, ég er alveg sammála því. Það er ástæð fyrir því að Íslendingar eru eins og þeir eru. Já, nokk til því heldig. Ég er að hlusta núna til dæmis ég er svona að fara að venja mig að hlusta á hljóðbækur. Ég var að hlusta á bók sem ég las fyrir löngu síðan, Í verum eftir Theodor Friðriksson. Hefurðu lesið hana? Nei, held ekki. Það er rosaleg bók. Þú mælir með henni? Hann lýsir svo vel þessum aðstæðum. Við erum að tala með í kringum 1900. Seinni hluta 19. aldar og byrjun 20. Og hann er svona launamaður, verkamaður, hákarla veiðumaður. Og hann er alltaf að lýsa þessar endalösu baráttu við örbirðina. Já. Ég hefði ekki getað fengið betri bók til að hlusta á eitthvað í mínu ástandi því að alltaf ég er búin að hlusta á Ted að tala þá er kannan ég ætti kannski ekki að vera að kvarta svo mikið. Við komum alltaf af einhverju ótrúlegu fólki. Já. Við gerum það. Við hefum lesið þessar bækur eins og Tryggvi Emilsson og svona fólk sem er að segja hvernig þetta var. Já. Já. Og hvað fólk var fúst til þess að leggja líf sitt í hættu bara til þess eins að koma einu bréfi á milli landsluta sko. Þetta er með ólíkindum sko. Já, ég sé alltaf eftir því að ég átti bækurnar landpóstana og gaf bróður mínu þeirra því ég held ég myndi aldrei lesa þetta svo ég náttúrulega alltaf saknað þeirra sko. Ég get náttúrulega alltaf fengið þetta lánað sko en ég bara gerði mér ekki grein fyrir hvað þetta landpóstastarf var ótrúlegt. Það er eins og ég hef heyrt út undan mér og það væri nú eitthvað verið að fara að impra á þeirri sögu aftur. Þessi menn sem sko ríðu landslut á milli í öllum veðrum bara til þess að færa fólki bréf og böggla. Já, og sjómennirnir. Já. Sko veðmálið að bara að róa út. Já, og það er eitt sem Theodor nefnir aftur og aftur og aftur og aftur í sögunum sínu, það er áfengi. Já. Það eru allir blindfullir. Já. Af hverju eru þeir blindfullir? Þetta er bara of erfitt. Slægváttan og kvíðan og bara of erfitt efa sig. Já. Það er alkohól er eiginlega búið að vera svona þerapí að landa okkar í undanferðin 1000 árið eitthvað. Ég mæli ekki með því. Skólameistarinn minn fyrir norðan, Tryggvi Gíslason, hann sagði einhvern tímann að við ættum eftir að gera upp sko drykkjusögu þjóðarinnar hvers konar svakalegt mein hún hefði verið árhundruðum saman. Já. Þú ert nú sagnfræðingur. Jú, ég get mælt með ákveðinni bók fyrir fólks. Óttar Guðmundsson, læknir, hann skrifaði Tímann og tárið þar sem hann var að taka þetta aldrei. Ég væri alveg til í að fá sko Tímann og tárið 2 eða 3 en hún er magnaður lestur sko. Já, en þá skulum við ekki gleyma því að áfengisdrykkjan er mögulega meðalið sem fólk hafiði gegn áfallinu. Það er það. Já.
Ég reyndi það bara sjálfur eigin skinni því ég var 11 ára gamall. Sko. Já. Þá byrjaði ég að drekka. Og hér í síðustu viku var doktor í hjúkrunarfræðum sem búin að gefa út bók áföll sem heitir Áföll hvað svo. Hún heitir Sigrún Sigurðardóttir. Og það var stórmerkilegt að tala við hana. Það. Hugtækið hérna kynslóða áföll. Þau það bara til hugtæk, orðin þetta. Hvernig til dæmis fóstur, hún lýsir eigin reynslu af því að hún ófrísk. Og bara gengin stutt með dóttur sína þegar hún missir föður sinn. Hann verður bráðkvættur. Já. Og hann mikilvægasta manneskjan í lífi hennar. Og hún finnur bara hvernig hennar eigin sál og líkami fer allt í kassu. Já. Og hún fer á áhyggjur af fóstrinu, á barninu. Og barnið, hún fer að lesa sér til hvað geti beðið þessa barns sem ófætt. Og það bara gengur allt eftir. Það sem hún les áskoranir sem að gæti fyllt þessu fóstri sem að verður að barni, að það bara gengur allt eftir. Og þetta rosalega heiðarleg frásögn frá henni og hún nær sterkt til manns með því að ræða áföll sem samfélagsmál vegna þess að hún deilir sinni persónusögu. Svo bara reyti stelpun hennar ótrúlega vel af vegna þess að hún fekk mikið utanumhald og það voru allir vakandi fyrir því hvað þetta varast og svona. Þannig að það ekki síður hvernig við bregðumst við heldur en það sem skekur okkur. Já, ég ánægður að nota þetta orð vakandi. Ég hef mikið verið að hugsa það orð. Mér svona eins og ég hafi ekki alveg verið vakandi núna undanfærin ár. Nei. Einhvern veginn alveg fastur í þessu að vera alltaf að skila af mér. Já. Alveg bara fókusur á það aftur og og leið og ég var búin að skila af mér bara fara að hugsa næsta verkefni sem ég get skilað af mér. Aftur og aftur. Já. Stundum þarf maður bara að sitja og horfa á hafið í klukkutíma. Já. Og ég held að maður þurfa að gera það bara dálítið oft. Menn að Nietzsche fór alltaf reglulega í langa göngutúra og svo bara það bara án þeirra bara gæti hann ekki fungerað. En það dugði nú reyndar honum ekki til þess að halda geðheilsunni. Hann á endanum misti vitið kallinn. Hann náttúrulega líka bara með þannig heila að það ekkert grín að vera með svona turbovél upp í hausnum á sér. Nei, mjög líklega hefur hann verið líka með ægileg háa greind. Ég hef aldrei öfundað fólk með háa greind. Ignorance is bliss, segja sumir. Það maður getur stundum svona hugsað það að marktækt geti fólki liðið betur sem ekki með of sterkar tilvistar spurningar. Ég hef mikið hugsað þetta. Og dáist að fólki sem bara siglir einhvern veginn í gegnum lífið bara eins og það sé á okkur seglskútu. Já, kemur stormur, ég bara breyta þess til og einhvern veginn. Mér finnst því alltaf vera að sökva. Já, ég kann. En það til fólk sem bara en hvað eru það margir í raun? Ég veit það ekki. Maður þekkir ekkert margt. Það verða allir samt fyrir áföllum. Það verða allir fyrir áföllum. Það að missa maka til dæmis rosalegt áfall. Missa barn, missa einhvern nákominn. Og við missum öll einhvern. Við lendum í slísum eða við lendum í því að peninga áhyggjur. Það eru mjög krefjandi. Og við sem hópur berum mögulega í okkar DNA áföll komandi kynslóða. Mér finnst erfitt að samþykja það. Ég var hræddur þegar ég sá mitt viðtal við Gabor Matei. Ég horfi mikið á viðtalið hann núna. Hann svona bara okkar svona mesti tráma sérfræðingur einhvern veginn. Maður sem kominn á níræðisaldur líka og en hefur alveg helgað lífið sitt þessu. Og sjálfur náttúrulega með tráma sem hann fékk bara þegar hann var 1 ára. Það skipti ekki máli þótt hann myndi ekki eftir því. Það hafði samt áhrif á hann. Hann alltaf fættur 44 í Ungverjalandi sem gyðingur, þannig að það þarf ekki að útskýra það meira kannski. Nei. Hvers slags tráma hrjáði hann og hans fjölskyldu. En þegar hann var að tala þetta gæti einmitt haft áhrif á fóstur. Auðvitað gerir það. Þegar ég fann það nú bara sjálfur þegar ég var barn að þetta hafði líkamlega áhrif á mig. Og ég fann það aftur í kulnuninni og finn það í þunglindinu. Það eins og ég sé með 300 kíló af bakpoka. Þetta líkaminn hann þarna líka. Geðheilsa heilsa. 300 kíló. Kannski skerum við alltaf mikið í sundur. Ég held það. Já. Og sambland hins líkamlega og andlega verður manni ljóst þegar maður brotna niður andlega en samanber þetta sem ég var að tala áðan.
með hjartsláttin, með köfnunartilfinningun og allt það, sko, þá finnum maður að þetta vinnur allt saman, líka með og sál. Já. Sko, hún sagði einmitt hún, doktor Sigrún, í þessu spjalli að fræðimenn væru hættir að deila það að áföll erfast. Það bara þannig? Já. Það var bara 100%. En þá þessi kenning mín Ísland bara, hún gengur fullkomlega. Hún gengur. Að Ísland náttúrulega ótrúlega eyja einhvern veginn og harðbýlt land og eldfjöll og ýmislegt gengið á. Menna, ekki bara þjóðin traumatísir? Það held ég að einhverju leyti mismiklu mæli, en ég held að farangur okkar sem þjóðar sem mikil. Já, við kannski og ég held að hann útskýrði dæmis hvað við erfitt með að einbeita okkur að einhverjum kjarnamál sem svo núna ESB og þjóðaratkvæðisgreiðslan. Við erum svo röskuð að við erum mjög erfitt með að beita rökvísi okkar til þess að fara í eitt erfitt kjarnamál. Við hlaupum undan því með alls konar undanslætti, tilfinningum, bellibrögðum, förum í lið, við erum mjög erfiður hópur við að eiga þótt við séum stórkostlega mörguleyti líka. Já, Íslendingar. Já, Íslendingar. Sérstaklega þegar kemur að einhverjum svona alvöru stóru málum. Það allavega mín von núna að við sem þjóð gætum aðeins kíkt aðeins meira á þennan bagga, þennan sameiginlega bagga, þennan andlega bagga sem mörg okkar höfum, sko. Og ég held þótt fólk hafi ekki fundið fyrir neinu í lífið sínu, það getur vel verið að eitthvað hafi haft áhrif á það, bara átt föður eða móður sem var að eiga við eitthvað erfitt, það hefur bara áhrif. Já. En að vera vakandi gagnvart í. Það einmitt það sem ég mikið að hugsa mig núna. Ég vil ekki lendi þessu aftur. Kulnum, það nóg einu svona ævinni og að vera vakandi gagnvart eigin ástandi. Sko. Akkurat, sko. Og þessi siður að strika út þann sem að ræðir vandamál sín opinberlega. Já. Að reyna að læra á hann núna, sko. Ef við getum farið úr þessu að strika hann út, hann bara geðveikur, hann bara alki, hann bara klikkaður, hann bara eitulega neytandi. Þú veist, ég meina þetta var svolítið, þetta var einu sinni svona. Jú, það var svona hugsunarháttur, sko. Já, ef við getum kannski farið frá þessum stað meira til að hlusta á hvað þessi hefur að segja. En vorum við kannski aðeins að nálgast meira það þegar við vorum að reyna að búa til þetta velferðar þjóðfélag hérna. Mögulega. Hafa meiri frelsi, jafnræði. Já. Því ég held að það ekki aldrei grundvöllur fyrir því að geta tekist á við sameiginleg fortíðarvandamál. Sennilega. Sem eru mjög persónulega. Og svo þetta sem Gabor Mate tala líka oft með þessi munur á milli attachment og authenticity. Að við erum fólk sem þarf að tilheyra. Við erum svo mikla félagsverur og við viljum taka þátt í hlutum en leið þurfum að passa dálítið upp á okkur sjálf og það getur orðið bara eitthvað svona rof þarna á milli, við töluðum nú eitthvað það síðustu við hittum held ég og mér finnst samfélagið oft bara eitthvað kerfi það engum að kenna beint held ég engum stjórnmálamanni eitthvað en einhvern veginn höfum við öll svona lagt meiri áherslu á þetta attachment, þetta tilheyra og að skila afköstum. Já. Og undanfarið hef ég bara séð franska félagsfræðinginn Michel Foucault fyrir mér bara eins og hann bara væri í leiðirekkanum að blikka mig og segja, ég er búin að segja þetta. Allar þessar hugmyndir hans að manneskjan erum við bara eins og Pink Floyd sögðu bara breaking the wall. Er það okkar hlutverk bara að taka þátt að vera í ykkur tannhjóli samfélagsins. Panoptikum. Já, Panoptikum, við erum í Bentham. Þetta er alveg rosalega magnaðar kenningar. En Flósi, það sem ég vona að hafi komið út úr þessu spjalli okkar í 3 köflum kannski bara örlítið meiri skilningur, örlítið meiri mildi hjá þeim sem að hafa hlustað og horta á okkur. Ég veit ekki hvort þínar heimsóknir hingað breyta einhverju stóru en ég vissum að dropinn hólar stein hægt og rólega og mér finnst bara frábært að svo ég vitni aftur til doktorsins Sigrúnar sem ég ræddi við í síðustu viku. Hún segir að það sé mjög mikil opnun og vakning meðal íslensku þjóðarinnar áföll. Það hlýtur alveg að vera. Já. Óbóðslega fagnaði því. Er það ekki? Já.
Og ég held ég nú minnst á þetta, og það eru nokkur hlaðvörp til dæmis sem við veitum sem eru að taka þetta fyrir, sko. Ég fór til hennar Kittu Svarfdal sem með hlaðvarpið Fullorðins og við töluðum með nákvæmlega þessa sömu hluti. Og og svo hlaðvarpið hlusta ofta á sem heitir Kvíðakastið, frábært nafn. Og þar hefur verið talað þunglindi og áföll og allt svoleiðis og það greinilegt að við eigum heilmikið af fagaðilum sem hafa mikinn áhuga þessu og jú, ég hugsa þetta sér rétt, það nú ansi gott. En leið og þessi opnun eiga sér stað, þá finnst mér en kerfið ennþá ekki alveg með. Nei. Okkur í liði ef við ætlum að fara að opna á þetta og taka fyrir þetta vandamál einhvern veginn. Að einstaklingarnir... Og hætta að dæma fólk. Einmitt. Ég þoli það ekki. Að einstaklingarnir séu kannski komni lengra en kerfið. Já. Mér líður ofta eins og hugur minn og heili sé ekki alltaf að vinna saman. Nei, svo það líka. En já, það kann að vera kerfið sé ennþá, það náttúrulega svifa seinna til breytinga heldur en mannsögur. Já, og það þurfa náttúrulega að vera ákveðnar aðstæður í samfélaginu kannski til þess að til að geta bara hafa kannski þarf að hafa bara réttu aðstæðunar til að geta sinnt þessu. Ég man alltaf hvað ég var að hlusta á BBC og það var viðtal við úkraínska konu sem var félagsfræðingur og svona feministi, hún var að tala um feminisma í Úkraínu og sagði það hefði verið alveg heilmikil umræða feminisma í Úkraínu og sérstaklega og í Kív og svona, hún var alveg vön því en svo kemur hún þarna á stríðssvæði og þar eru bara tvö hlutverk. Það umönn eða barátta. Það ekkert annað. Og konur eru mestmætnis í umönnum og karlmennir verða að berjast. Það ekkert spurningum ég er nú ekki alveg til í það. Jú, verja föðurlandið. Og þá bara hættir öll þessi umræða saman. Það bara ekki pláss fyrir það. Þegar þetta farið að snúast bara eitthvað svona afkomu bara og komast af. Höfum við ekki verið aldrei heppin hérna bara á Íslandi að hafa getað leyft okkur svona lúxus að ræðum eitthvað annað en bara þessa hörðu afkomu sem mann heyrir á þegar Theodór Friðriksson að tala þetta snýst allt þetta. Hann ekki svo eini sem að berjast í bökkum, það nánast öll þjóðin. Hvert sem hann kemur og fer, það bara búa allir í ægilegri fátækt og ég mæli endriði með bókinni Í verum eftir Theodór Friðriksson. Það Illa að lesa hana. Alveg mögnu. Flósi, ég þakka þér kærlega fyrir... Takk fyrir að bjóða mér. Já, bara búið að vera frábært að læra lífið með þér í þessum 3 þáttum sem við höfum gert. 3 leiknum þá lokið í bili. Ég óska þér allsins besta í framtíðinni. Takk kærlega fyrir sömuleiðis. Takk. Og áfram göngu við göttuna. Kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvaradóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.